Skötumessa í Garðinum orðinn árlegur og magnaður viðburður. Við erum að tala góðan mat, illa lyktandi, en mikið fjör á skemmtilegu kvöldi í Garðinum. Skötumessan hefur verið haldin nokkur undanfarin ár í Garðinum, en með henni safnað fjármunum til góðra málefna á Suðurnesjum og víðar. Þingmaðurinn Ásmundur Friðriksson fer fyrir félagsskap sem hefur látið gott af sér leiða með skötumessunni í 15 ár. Hvað það sem dregur fólk hérna? Ég held að það sé bara fyrst og fremst gott málefni sem við erum að styðja, sem eru fatlaðir á Suðurnesjum og reyndar víðar. Og svo það bara þessi frábæri matur sem allir elskar, skata og saltfiskur og plokkfiskur. Og það það sem fólk að sækjast eftir. Og við Hjálmar Jónsson, dómkirkjuprestur sem ætlar að tala hérna eftir, sagði við ætlum að borða fólki til blessunar. Hvað þetta með matarfíkn Íslendinga og svo mér leyfist orðaða þannig með þessa skötu? Ja, þetta auðvitað bara þjóðlegu siður að borða skötu og við erum að halda upp á Þorláksmessu á sumri og það hefur tekist bara vel. Við erum búin að gera þetta svona óformlega í 15 ár en svona formlega í 12 og við sjáum að það svona þörf fyrir þetta, hásumar og þetta bara haldið svo áfram. Hér koma sömu andlitin ár eftir ár, þannig þetta eru svona góðgjörningjar, eins og þeir segja í lögreglunni, sko. Að þetta er fólk sem kemur aftur og aftur og nýtur þess að hittast hér og eiga þessa frábæra stund saman. En þetta til góðra málefna sem að þú ert að gera þetta hérna. Hvað, og þú ert að ná í fullt af aurum hérna sem að þú ert að setja eins og segja í góða málefni. Hvað ert að gera með það? Já, nú segjum við, af því það er alltaf við hérna sem erum að gera þetta. Það ekki bara ég, vegna þess að fólki sem að borga sig inn og fyrirtæki sem að stýða okkur, eins og Icelandair Cargo og fleiri, að þau að leggja okkur lið og síðan í lok kvöldsins að þá afhendum við styrkina, þannig að það eru allir viðstaddir þegar við erum að gera það. Og ég var að segja frá því áðan að ég var að skemmta með ræðuhöldum hjá Lions Club í Reykjavík í vetur og að því ég tek ekki neitt fyrir það, þá borguður okkur 300 krónur skötumessunni og við höfum verið að hjálpa fólki með þá peninga, gáum Rauða krossinum sjónvarp og svona. Þannig að það allt að þakka þessu fólki sem hér ekki bara mér, heldur okkur öllum saman. Það málið. Ertu að breyta aðalega sem að góðgerðarmála hverju ári? Já, við erum alltaf með eitthvað nýtt. Nú fáum við umsóknir. Eldri borgarar Reykjanesbæjar að biðja okkur að tækja í boccia. Það vantar í sumarskóla fatlaðra barna í Öspinni í Njarðvík. Trampólín og ýmislegt, við ætlum að gefa þeim það. Og Þroskahjálp vantar nýjan bíl og við ætlum að hjálpa með nýjan bíl. Og já, það svona, og auðvitað núna 3. árið í röð afhendum við velferðarsjóði Keflavíkurkirkju 500.000 skall í samstarfi við Icelandair Cargo. Þannig að þið eru með glæsileg mál í gangi hérna til þarfra málefna, en það líka gaman, það verið að borða góðan mat og svo ertu með fullt af skemmtiatriðum. Eða þið? Já, við erum með fullt af skemmtiatriðum, við fáum landsþekkta menn að koma hingað og leggja þessu málefni lið og við erum að fá sömu kallana aftur og aftur, svona fólk sem elskar það að fá að koma fram og syngja og daðra við bragðlaugana með fólkinu hérna og þannig að við erum svona heimilisleg og leyfum öllum að vera með. Skemmtilegt að hásumri. Já, þetta frábær matur. Þetta ekki náttúrulega grillmatur, þetta sumarmatur. Þetta gott. Veistu, þetta dásamt, ég næ varla andanum. Hún svo kæst að maður tárast. Hún svona á hún að vera.